Jæja, góðan daginn, kæru vinir og allir hér sem eru með mér í dag. Ég verð að segja að ég er alveg ótrúlega hrærð og kærar þakki fyrir söngin og þessi fallegu orð sem hafa komið fram hérna í dag. Okkur fannst eitthvað svo mikið við hæfi að fá ykkur öll saman til að koma hingað í hús máls og menningar. Því að ef við hugsum það, að þá eru það þessi tvö orð, mál og menning, sem að tengja okkur svo mikið saman. Og það var líka einhvern veginn fyrir mig sem er kvennaskóla stúdent og var hérna í háskólanum niður í bæ, að þá eru svo margar minningar sem að koma einhvern veginn upp í hugan þegar maður hugsar þetta svæði. Hérna var maður á leiðinni á leiklistræfingu eða hlaupandi í strætó á leiðinni í píanótíma fyrir svona cirka 25 árum. Og ég man eftir því að hafa setið hreinlega á þessu kaffihúsi sem var hérna uppi að læra sagnir í frönsku. Og mér fannst það ekkert sérstaklega mikilvægt á þeim tíma en ég vissi ekki nákvæmlega að það ætti eftir að nýtast mér svona mikið seinna mér. Þannig að mér finnst ótrúlega gaman að fá að taka á móti ykkur hér og þegar ég var á leiðninga að hugsa svo mikið alla þessa ólíku kennara sem að komu að námi manns og hafa leiðbent manni í gegnum tíðina. Og ég veit að við eigum öll svoleiðis kennara, við eigum öll einhvern sem hafi verið leiðbent okkur í lífinu. Þannig að mér langar eiginlega að byrja á því að fá okkur til að klappa fyrir öllum þeim sem að standa okkur að baki. Já, ég var svo heppin snemma að fá mikla hvatningu, læra gildi, samvinnu og þátttöku. Ég átti yndislega æsku í Árbænum en dvaldi mikið austur á síðu hjá ömmu minni og afa. Og ég segi það stundum að þar hafi ég lært allt sem ég kann. Ég lærði að elska landið okkar. Ég lærði að elska náttúruna og allar nytjar sem við fáum af náttúrunni. Ég lærði líka að hlutirnir gerast ekki af sjálfu sér. Maður þarf að taka þátt og leggja eitthvað á mörkum og svo lærði ég þessi gildi samvinnu og þátttöku. Og það er mér minning sem er svo greift í huga, það er þegar við erum saman í heyskap og það er stutt í næsta rigningaskúr. Og við erum öll að vinna saman og það skipti ekki máli hvaða hlutverki fólk gegndi, það lögðust bara allir á eitt. Allir á eitt við að koma síðasta bagganum þurrum inn í hlöðu og þessu fylgdi mikil gleði og samkennd og við eldum sem teymi og erum sterkari fyrir næsta verkefni á bænum. Og ef ég hugsa sögu Íslands, ef við spólum aðeins aftur í tíman og hugsum sögu Íslands, að þá er saga Íslands einmitt byggð á þessum gildum, byggð á gildum þátttöku og samvinnu. Ef við hugsum til dæmis kvennabaráttuna, hvernig var hún? Jú, hún er saga fjölda þátttöku kvenna. Við þekkjum öll söguna því þegar konur lögðu niður störf og fóru niður á Arnarhól og öll dæmin sem komu fyrir og eftir. Allt skipti þetta máli, þessi samstaða, þessi þáttaka. Og ég get sagt ykkur að ef við hugsum aðra hluti eins og hitaveitu væðinguna hér á landi, hitaveitu væðinguna sem að færði hlýju í hvert einasta hús nánast, 90% af okkar húsum. Þá varð sú bylting líka til vegna samvinnu og þátttöku margra, samvinnu sveitafélaga, samvinnu frumkvöðla, bænda og fleiri aðila. Við getum haldið áfram svona. Við getum hugsað náttúruvernd, þjóðgarðurinn á Þingvöllum, sem við tökum sem svo sjálfsögðum hlut í dag, en hann var akkurat stofnaður vegna þess að fólk hafði framtíðarsýn, fannst við eiga verðmæti og stóð saman af því að gera eitthvað sem við erum svo þakklátt fyrir í dag. Ég verð eiginlega líka að nefna ungmennafélögin sem að byggðu upp íþróttahreyfingar allt land sem við búum að í dag og svona mætti lengi telja. Já, það er í raun og veru samstaða og þáttaka sem hefur mótað þau auðæfi sem við eigum í dag
þau auðæfi sem við eigum sem þjóð. Og ég get alveg viðurkennt fyrir ykkur að ég hugsaði ekki svona mikið þessa þætti fyrir en að ég fluttist að landi brott og var ofta að spegla samfélagið okkar að utan. Og ég uppgötaði í Bandaríkjunum þar sem að stéttaskipting gríðarlega mikil, hversu mikil verðmæti það eru að hér á landi hafa næstum öll ungmenni aðgengi af íþróttastarfi, aðgengi af tónlist, fyrir utan menntun og heilsugæslu sem hefur byggt svo mikið upp í okkar samfélagi. Og ég uppgötaði þegar ég bjó í þéttbýlum borgum beggja vegna Atlantshafsins hversu mikilvæg náttúran okkar væri þegar fólk talaði almenningsgarða sem sína náttúru, sitt náttúruaðgengi. Og ég upplifði kannski allra sterkast þegar ég var í Tógó í Vestur-Afríku og samfélagið hreyfðist ekki úr stað vegna þess að rafmagninu var alltaf að slá út, hversu mikil virði það eru að okkar forfeður hafi byggt upp þann grunn sem við eigum í dag. Já, við stöndum á herðum margra og þau auðæfi sem við eigum bæði í samhengi við okkar menningu, í samhengi við okkar hugvit og náttúruauðlindir. Ég ætla að leyfa mér að segja að þetta séu einstök auðæfi. Við eigum ótrúlega dýrmætt spil á hendi, en við þurfum hins vegar að hlúa þeim. Við lifum á tímum hraðra breytinga og ég finn þessar breytingar svo skýrt í starfi mínu sem ég hef gegnt sem orkumálastjóri og líka í vinnunni sem ég hef verið í Bandaríkjunum. Við erum að sjá að áskorunir eins og þurrkar, áhrif á matvælaframleiðslu, áhrif á hvernig fólk flytur, það mun reyna miklu meira á ólíka þætti vegna loftslagsáskoruna. Við munum líka sjá miklu örari tæknibreytingar heldur en við höfum séð áður. Ég sé það glöggt í orkuskiptunum, en ef við hugsum þætti eins og gervigreind til dæmis, að þá getur gervigreindin þegar hermt eftir manneskju eins og mér og hún getur hugsað hraðar en við öll hér til samans. Þannig að breytingarnar sem að amma og afi í Hörðslandskoti upplifðu frá tímum torfkofans yfir í snjallsíman koma til með að vera miklu hraðari. Og það ásóleiðis tímum sem að skiptir máli. Það skiptir máli að við sækjum fram í sköpun, við sækjum fram í þáttum eins og tækni og það skiptir líka máli að við hlúum að samfélaginu okkar. Við hlúum að menningun okkar og við tryggjum að auðlindirnar sem við eigum að þær nýtist ekki bara fyrir okkar kynslóð, heldur líka fyrir kynslóðir framtíðarinnar. Og ég finn þetta, nú stari hér á sögufríðgeri sem ekki mjög áhugasum þessa ræðu. Þegar ég horfi á Sögu og Hildi Kristínu, þá finn ég hversu mikilvægt mér finnst þetta. Mig langar til að þær eigi Ísland að með sama hætti og ég hef átt Ísland að. Og mig langar til að þær hugsi tilbaka til okkar starfa sem erum nú að vinna framtíðinni með jafn miklum hlýhug og ég hugsa til starfa þeirra sem á undan komu. Og það á grunni þessarar væntumþykju og grunni gilda samvinnu og þátttöku sem að ég býð fram krafta mína í embætti forseta Íslands.
Ég vil virkja alla Íslendinga til að taka þátt í samfélaginu okkar. Ég vil líka að við eigum sterka rödd á alþjóðavettvangi, að við tölum inn í gildin okkar, tölum fyrir gildunum okkar, gildum lýðræðis, gildum mannréttinda, málefnum eins og sjálfbærni, að við sköpum tækifæri fyrir Íslendinga erlendis og sækjum þekkingu hingað heim sem við þurfum svo sannarlega á til að takast á við ótrúlegar breytingar sem framundan eru. Fyrir mér embætti forseta Íslands ekki flokkspólitískt. Þetta embætti sem yfir dægurþrashafið. Forseti Íslands sameiningartákn þjóðarinnar. Forseti Íslands þarf að geta staðið keikur með þjóðinni. Hann má ekki blakta eins og strá í vindi, heldur þarf hann að geta staðið þegar erfiðir tímar eru og þar mun reynsla mín úr starfi orkumálastjóra, það sem oft blæs nú hressilega, og úr mínum fyrri störfum á sviði mennta, menningar og jafnréttis nýtast. En fyrst og fremst mun okkur farnast vel ef við vinnum saman og ég mun leitast eftir því að þjóna öllum landsmönnum af heilindum og af alúð. Að lokum langar mig að segja að ég ber alveg ótrúlega virðingu fyrir lýðræðinu. Það var nefnilega þannig í sveitinni fyrir austan að afi var hreppstjóri og það komu alltaf í kringum kosningar fólk heim að kjósa og það var mikið skeggrætt pólitík í eldhúsinu. En svo fór fólk afsíðis og fékk að segja sinn hug. Og ég á sterka minningu af því þegar að ég að fylgjast með afa bræða rautt vax til þess að innsigla atkvæðin. Og hann segir eitthvað við mig á þá leið. Í hverju einasta atkvæði skoðun hvers og eins. Hvernig fólk vil sjá framtíðina. Og það að sömu auðmýkt sem að ég mun nálgast þessa kosningabaráttu. Ég mun hvetja alla til að taka þátt, til að segja hug sinn, til að vera með, til að njóta þeirra réttinda sem við höfum. Því að ég trúi því að með þáttökunni séum við sterkari, með samvinnunni náum við lengra og þannig mótum við framtíðina. Takk.